Það koma 7. lið, Borgarbraut, göngustígur og þveranir. Til máls tekur bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 8 í fundagerð skipulagsráðs dagsettri 25. mars 2026. Erindi dagsett 3. mars 2026 þar sem umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir gerð verði breyting á deiluskipulagi Giljahverfis sem snýr að því að bætt verði við göngustíg norðan Borgarbrautar frá Tungusíðu að hringtorgi við Bugðusíðu. Ásamt nýjum göngustíg verða einnig gerðar 2 nýjar götuþveranir, önnur við Kiðagil og hinn við Bugðusíðu við hringtorg. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breyting á deiluskipulagi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Já, góði forseti bæjarstjórnar og aðrir kæru bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúar Brynju Hlíf fyrir sína góðu framsögnum með þessu máli. Ástæðan fyrir ég kemur upp svo að ég uppgötvaði eitt í undirbúningi þessar fundar. Ég hafði áður við höfum áður fjallað þetta mál í skipulagsráði og það sem hér að ræða umferðaröryggis aðgerð sem kallar á deiliskipulagsbreytingu sem svo tekið fyrir í skipulagsráði og samþykkt þar, ef maður rétt, bara með öllum greiddum atkvæðum og engum blöðum með það að flétta. En í undirbúningi þessar fundar þá uppgötvaði ég það náttúrulega, eða fór að hugsa, býtum við, hér fyrir ekki svo lengur síðan var samþykkt umferðaröryggis áætlun 25 til 30, ef maður rétt. Og ég fór að hugsa, þetta mál ekki að finna þar? Og mér vitið til, jú, þetta að finna þar. Þetta ein af aðgerðunum í kafla 8.1 sem hefur að geyma forgangsverkefni umferðaröryggisáætlunar. Og þetta að finna í fyrsta forgangi 1, 2, 3, 4, 5, 6 á blaðsíðu 76 í skýrslunni. Þetta heitir ég held að þetta, já, einmitt. En sko, ég ætlaði nefnilega að nýta færið og hvetja okkur til þess framvegin að þegar við erum að vinna mál af þessum toga að við tengjum umfjöllunina innan bæjarkerfisins við umferðaröryggisáætlunina. Því það eiginlega nánast, það mjög fátt ef eitthvað í gögnum þessa máls sem bendir til þess að það eigi rætur að rekja til þessara góðu umferðaröryggisáætlunar sem við komum öll saman og samþyktum, eða bæjarstjórn kom saman og samþyktum fyrir ekki svo lengur síðan, sem mjög mikilvægt plagg og tímamóta plagg. Ég ætla líka þá bara að nýta ferðina til þess líka einmitt að hvetja til þess að þegar bæjarstjórn sú sem verður við völd í haust fer að huga eða nú í sumar og haust fer að huga sem sagt að fjárhagsáætlun gerð fyrir næsta ár, að við skoðum það að mikilli alvöru að setja saman tímasetta og fjármagnaða svona forgangsröðun sem byggir á umferðaröryggisáætlunni. Það að segja þegar að ræða svona aðgerðir sem eiga auka umferðaröryggi í bænum. Því það ekkert að hafa fleiri orðum það hér, hversu mikilvægt það náttúrulega og við erum held ég til að gera öll sammála það. En það skýtur alltaf pínu skökku við í mínum huga. Mig grunar að fleiri inni deilið þeirri skoðun með mér og ég held að þessu talsvert margir bæjarbúar sem velti þeim oft fyrir sér hvaða sem ræður forgangsröðunni þegar við förum að stað og ég átta mig ekki ennþá á því í þessu máli lesandi gögn málsins. Við ræddum þetta stuttlega í skipulagsráði að mig minnir og við verðum ekki neins vísari þegar við fórum að rýna í gögnin eða ræða við gott starfsfólk bæjarins. Þannig að hér ég komin bara til að við skal loka málu minni á því að bara hvetja okkur öll og þau sem eftir okkur kunna koma til góðra verka í þessum málum. En þetta hið besta mál sem ég mun að sjálfsögðu greiða rétt upp hend og greiða atkvæði með. Þá bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sínu, orðið laust. Ég tek þessa ábendingu til mín og við bara tökum þetta inn í skipulagsráð og bætum þessari tengingu við. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það 11.